Og við höldum áfram hér í 21. Það eru miklir hagsmunir þegar að fiskútflutningur annars vegar. Við spyrjum, skiptir máli að við veiðum hvali þegar að kemur að því að selja íslenskan fisk erlendis. Heiða Kristín Helgadóttir annar stofnenda sjávarafurðafyrirtækisins, Iceland Seafood, sem að selur sjávarfang til Bandaríkjanna. Það nýsköpunarfyrirtæki sjálfu sér og byggir á gömlum grunni að stórum hluta. Heiða Kristín sest hér, áður við kannski förum í þessa spurningu með hvalveiðarnar. Já. Þá langar mig að spyrja þig út í þetta Iceland Seafood. Þið stofnið þetta 2017, ekki satt þú og Ólafur Lökkert, sem búin að vera hjá Walt Disney og eitthvað svona nýsköpunargaur. Einmitt, hann samstarfsmaður minn. Já, þannig að þið stofnið þetta, byrjuð náttúrulega áður en 2017 að vinna í þessu, en hver eru umsvif Iceland Seafood? Í dag erum við komin með þetta vörumerki inn á markað í Bandaríkjunum, inn í miðríkin, svona í kringum Chicago og Minneapolis og svona svæðin í kringum vötnin þar. Og svo erum við, í raun og veru byrjuðum í Denver í Colorado og það átti sér nokkra skýringar, bæði meðal annars að Oliver vann þar áður og bjó og átti svona tengingar þangað. Og svo fundum við þar ágæta samstarfsfélaga sem voru til í að koma í þetta svona tilraunaverkefni með okkur að byggja upp þetta vörumerki á þessu svæði og svo hjálpaði líka til að það hefur ekki verið mikill fiskur fluttur beint út til Denver í beinu flugi. Já. Þannig að það var pláss í vélunum, þannig að það var svona alls konar hluti sem réðu því. Þannig að við erum svona komin með nokkur styrkar stóður þar og erum komið 5 starfsmenn bandaríska í Denver. Og svo erum við að hasla okkur völlin í Flórida og Texas og svona Suðurríkjunum. Þannig að þetta svona í smá skrefum, en auðvitað, þú veist, bandaríkjamarkaður risastór. Þannig að allt sem lítið þar, eða þykir lítið þar, nokkuð umfangsmikið og stórt, sko. Já, fyrir okkur. Þið hafið gert samning við einhverja verslanir, Já, jú. Við erum inn í nokkrum verslanakeðjum og hugmyndin hjá okkur að ganga svolítið lengra í þessu samstarfi og vita mjög vel hvar vörurnar okkar eru, hvernig þær eru presenteraðar og fylgja því nokkuð vel á eftir að vörurnar sem við erum að bjóða upp á séu velmerktar, merktar með okkar vörumerki og kynna þá sögu sem býr að baki íslenskum sjávarútvegi, sem mjög merkilegt. Nú geta eflaust mörg útflutningsfyrirtæki í fiskafurðum sagt það sama. Vel góða merkingar, hvaðan það kemur, ferskleikin og allt þetta. Hverju hafið þið bætt við í sjálfu sér? Sko, það alveg mín upplifun að merkingar og svona hugmynd neytandans og sérstaklega kannski á bandaríkjamarkaði íslenskan fisk hefur verið mjög ábótavant. Það var á einhverjum tímapunkti svona mikil vitund það að íslenskur fiskur væri mikið gæði og allt þetta. En ég held við höfum á einhverjum tímapunkti að missa þetta frá okkur. Þannig sem sjálfsagðan hlut kannski. Já, og svona fólk bara vissi það að þetta væri ferskt. Einmitt, og svona svolítið kannski ef þú ert búin að gera þetta einu sinni þá þarftu ekki að gera þetta aftur. En það svolítið þannig með markaðssetningu að þú þarft stanslaust að vera að hamra á henni og fíntjúnana og betrumbætana og halda starfinu gangandi. Það eins og Coca-Cola? Já, algjörlega. Frægasta vörumerki í heimi? Já, og bara stærstu vörumerki í heimi eyða ofsalega stórum hluta af sínu budgeti í markaðssetningu. Þó maður myndi halda þess þyrfti ekki því það væri búið að gera það. Þetta aldrei komið? Þetta aldrei komið nefnilega. Og þess vegna held ég að séu mjög mikil tækifæri í því að koma þessari vöru á framfæri við neytendur og líka söguna sem býr að baki og kannski einhverju leyti hefur bara farið meiri fókus í veiðar og vinnslu sem mjög skiljanlegt og við náttúrulega skörum fram úr þar. Í nýtingunni? Í nýtingu og bara í þeim gæðum sem við getum boðið upp á. Akkurat. En það hefur kannski að mínum dómi vantað þennan framenda og tengingu okkar við það hvaða neytendur eru að velja þessa vöru og af hverju og möguleika líka á því að fá hærra verð fyrir vöruna í staðinn fyrir það. Já, akkurat. Verðlagningin kemur þarna inn í. En á heimasíðinu ykkar, sem er mjög lifandi og skemmtileg, ég verð bara að segja það, þá sér maður að rekjanleikinn á fiskinum virðist vera grunnhugmyndin. Já.
Og það einhvers konar svona kóði á pakningunum og sem getur nota gemsaðinn með? Já, við sem sagt höfum verið að þróa svona, að því að partur af því, ég meina hvernig segir þessu sögu? Þú getur sagt hana auðvitað á samfélagsmiðlum, þú getur sagt hana með merkingum í versluninni, þú getur verið með demo í búðum og verið með fólk sem að segja söguna, en svona eitt lag af því sem við höfum verið að leggja áherslu á líka bara þessi svona tækni þróun og það sem mjög gott við íslenska sjávarútvegi að það rosa mikið af gögnum og mjög mikið af upplýsingum sem verið að safna, bæði opinberum upplýsingum og svo upplýsingar úr öllum þessum stórkostlegu tækjum sem við notum til þess að búa til endanlegu vöruna, þannig að bæði fyrirtæki eins og Innova og sem að Marel sem að í Marel græjunum öllum og svo Valka og öll þessi allir þessi stórkostlegu iðnaður sem í kringum þetta, þar náttúrulega safnast ótrúlega mikið magn af mjög áhugaverðum upplýsingum fyrir neytendur en þú veist, neytandinn hefur ekki á neinum stað einhvern eitt sors af þessum upplýsingum. Þannig að svona partur af því sem við Ólífer rákum okkur svolítið á þegar við fórum að byrja að skoða þetta var að allstaðar sem við fórum okkur á ráðstefnur eða tölum við fólki í iðnaðinum var alltaf bara, jú, þetta fullkomlega rekjanlegt og fiskurinn okkar rekjanlegur. En Ólífer svona ör einstaklingur og vill fá að sjá allt, sko, og getur ekki endilega hendi hann skýrslu frá Fiskistofu, sko. Og partur af því sem kom upp úr því samtali var bara þetta ekki rekjanlegt nema ég geti skilið það á 2 mínútum. Já, nákvæmlega. Og það það sem neytandinn þarf að geta gert, ekki? Já, þú veist, það engin bandarískur neytandi að fara að fara inn á fiskistofa.is, þú veist, það ekki að fara að gerast. Þannig að þú veist, okkar ábyrgð að koma þessu skiljanlega á framfæri og það höfum við gert með þessari QR-kóða tækni sem við höfum verið að þróa, það sem að bara við köllum fram allar upplýsingar og allar okkar sendingar fara út með þessum QR-kóða sem að rekur þá ferðalag vörunar frá bara veiðum, vinnslu, flutningi og svo bara enda flutningi inn í verslunina eða inn á veitingastað. Þannig að sko þetta ég bara með þá snjallsíman og ég að kaupa í verslun í Ameríku og þetta svona merking, svona típisk einhver svona sem maður getur sett síman. Bara svona við hliðin á það sem segir þetta sé íslenskur þorskur, þú veist, og hann kosti X, þú veist, og þá merkið miðið fyrir neðan sem svona með útlínum af Íslandi og inn í því QR-kóði. Og þú, nú sú tækni orðin þannig að þú einast þú þarft að gera bara að opna kameruna þína í iPhone-unum þínum eða Android-símanum þínum og þá birtist þessi linkur, sem sagt. Og bara hvaða skip veiti fisk? Já. Og hver áhöfnin á því skipi og þú veist, og í raun og veru eru möguleikarnir endalausir, þú veist, það líka möguleiki fyrir okkur að co-branda okkur með þessum retail aðilum og þeir geta verið að bjóða, þú veist, afslætti af einhverjum öðrum vörum eða krydd eða hvaða eina skilur þú veist. Co-branda með retailera? Já, fyrir ekki, ég er að reyna að vanda mér íslenskunni. Verandi útflutningi, já. Þá erum við bjóða okkar samstarfsaðilum sem eru verslanir til dæmis að koma sínum vörumerkjum á framfæri og af því að þetta svona tímalínu og neðst í tímalínu sést í hvaða verslun þetta og þú getur farið þá undir síður þar og þar gæti verslunin verið að bjóða upp á einhver afslætti eða komið einhverja sínu efni til skila líka. Já, meðfram íslenska fiskinn. Já, ég skil þig. Þannig að þetta styðji við hvort annað. Styðji við hvort annað og ég meina allar verslunir að gangi gegnum mjög mikla svona endurnýjun lífdaga eða eitthvað svona á tímamótum allavega vegna þess að þú veist netverslun eru auðvitað að reiða sér verulega til rúms aðstæðar annars staðar. Sjálfvirknin. Já, og allt þetta. Þú veist þannig að allar verslanir eru líka að leita að leiðum bara hvernig get ég gert mína verslun áhugaverða, spennandi og fengið fólk þar inn og þannig að þú veist við erum að leita bara alla leiða við að svona búa til nokkuð stöðugt samstarf við þessa aðila það hvernig við komum bæði okkar vörumerki á framfæri og líka þeirra. Veistu hvað þið náu til margra neytenda? Eru þið með... Sko við höfum verið að keyra þetta prógram sko núna síðan í byrjun janúar og við höfum allavega, þessi kóð okkar hefur verið skannaður hátt í 2000 sinnum á 22 stöðum í Bandaríkjunum og það hefur ekki farið sko mikið púður í endilega þennan enda á verkefninu þannig að við sjáum alveg mjög mikil tækifæri í íta enn frekar undir þetta og við sjáum að þú veist þegar við förum inn í verslanir með svona demo og erum á staðnum með fólk að segja frá okkar vörum þá svona fer þetta upp á við og þetta líka svona ný leið sem kannski að reiða sér til rúms að fólk noti þessa aðferð, þessa QR-kóða. Hún mjög mikið notuð í Asíu. Fólk í Kína til dæmis notar QR-kóða til þess að versla, borga
færa milli peninga og notar það í raun og veru til þess að fara inn á samfélagsmiðla sem eru þar og annað, þannig að þetta er svona, og þess vegna hefur þetta ítt þessari svona þróun inn í hérna hefðbundnu síma, sko. Þurfum kannski að venjast að nota þetta, en svo við höldum til Haga, Heiða, þá sko þið byggið þetta ekki á ekki neinu? Nei. Þið byggið þetta á eldri þekkingu, á útflutningi á íslenskum fiski, ekki svo? Sannarlega. Við vorum svo lánsum að fara í samstarf með fyrirtæki sem heitir Nastar og Viking Fresh hétu sem breyttist svo í Iceland Seafood, og þar inni gríðarleg reynsla af sjávarútvegi og því að flytja út fisk héðan og velja bestu gæðin og allt þetta, þannig að við erum alveg klárlega mjög heppin með það, og þetta er svona, finnst mér nokkuð skemmtileg blanda, því að Oliver kemur úr mjög ólíkri átt, ég kemur úr ólíkri átt, þeir hafa sína þekkingu og svo erum við líka með tækni þekkingu inn í fyrirtækinu og þú veist, þannig ég held við séum vel í stakk búin til þess að svona gera þetta almennilega, og svo tala ég nú ekki að við höfum mjög sterka bakhjarla í Eyri Invest og Þóruði Magnúsinni og Erni sem eru miklu svona stuðningsmenn við þetta verkefni og Kjölfestan, og hafa sína þekkingu á því að svona koma fyrirtækjum á legg og það er það sem við erum að gera, og það er svona auðvitað eilíf vinna að stofna eitthvað svona, og bara það fyrir okkur til dæmis sem ég held að við höfum vanmetið að bara koma upp félagi í Bandaríkjunum. Þú veist, manni finnst eitthvað svona skriffinnska hér flókin stundum, hún er ekki neitt samanborið við skriffinnskuna sem er í Bandaríkjunum. Þið eru búin að opna skrifstofu í Denver. Í Denver, og erum að flytja fiskinn út sjálf og tollan og allt saman, þannig að og alls konar svona hlutir sem að bara koma sér upp bankaviðskiptum. Þú veist, bandaríski bankar taka ekkert bara við einhverju íslensku félagi af götunni, sko, þannig að maður þarf algjörlega að leggja sig mjög fram að setja þetta allt saman rétt og vel upp, sko. En það eru kröfur sjálfbærni, það eru kröfur að fara vel með náttúruna, en sko tilgreiniði kolefnissporið í þessum kóða. Við gerum það sko ekki alveg eins og vegna þess að við ætlum að fara í prógram þess að við ætlum að kolefnisjafna kolefnisfótsporið okkar. Við erum með þessar upplýsingar og en viljum vera svona komin með lausnina á hinum endanum áður en að við verðum þar, en við gætum svo sem alveg gert það fyrir. Það er næsta skref? Já, það er svona partur af þessu, og ég meina það að byggja upp vörumerki er ekkert annað en að byggja upp hughrif og gildi og viðmið sem að passa þessu vörumerki og umhverfisvernd og svona umhverfissjónarmið fyrir þetta vörumerki eru mjög mikilvæg. Það er bara einn háværasta krafan í dag. Algjörlega. Held ég að sé. Já. En varðandi hvalveiðarnar, hafið þið orðið vör við að á Bandaríkjamarkaði skipti það máli hvort við veiðum hvali eða ekki? Og kannski langreiðar helst verið að tala um þær. Já, sko ég myndi segja það, og það sem að kannski ég hef verið að vekja máls á varðandi hvalveiðarnar er aðalega bara þessi yfirvofandi hætta og áhætta sem við erum að taka, sem ég finnst fullkomlega ólíðandi vegna þess að við erum í stöðu þar sem að, við erum að flytja út fisk, við erum að flytja út ferðamenn og við erum að flytja út ál. Og það eru opinber markmið að ýta undir og auka útflutning á Íslandi umtalsvert. Ég man ekki hvort það var 100 milljarðir á viku eða eitthvað álíka til þess að standa undir núverandi lífsgæðum. 1 milljarð á viku kannski. En það breytir ekki því að við þurfum að styrkja stoðir útflutnings til þess að geta haldið áfram bara að lifa því lífi sem við gerum. Já. Og það benda allar kannanir sem til eru til þess að neytendur á þessum mörkuðum, bæði í Kanada og Bandaríkjunum, séu yfirgnæfandi mæli mjög andvígir því að kaupa vörur frá löndum sem stunda hvalveiðar. Já. Og mér finnst við vera að tefla þarna í tvísýnu mjög miklum hagsmunum vegna þess að hvað ætlum við að gera annað með sjávarútveginn? Ætlum við að veiða meiri fisk? Það er eiginlega ekki í boði. Við erum að fullnýta þann fisk sem við erum að veiða og erum að fullnýta afurðina mjög vel. Það eina sem við getum gert er að fara ofar í keðjunni og ná meiri virði út úr þeirri vöru sem við höfum í dag. Og ein leið til þess er að fara inn á vel borgandi markaði, þar sem er fólk sem er tilbúið að greiða meira fyrir vöru sem að því finnst samræmast þeim gildum og viðmiðum sem þau tengja við þessa vöru. Og ef við ætlum svo ofan í það að fara að veiða langreiðar, bara svona af því bara, að þér virðist, þá erum við að taka það mjög mikla áhættu sem ég finnst ekki þess virði, og fyrir utan það þá hefur
þá finnst mér rök það að ef við förum að láta þetta eftir þá sé þorskurinn næstur sem ég hef heyrt svolítið, að það sé víglína sem færist þá bara til. Það finnst mér bara ekki alveg halda vatni vegna þess að það mjög langur vegur frá því að banna hvalveiðar sem bara tilfinningastrið sem við erum búin að tapa fyrir löngu síðan og fara svo í það að banna þorskveiðar. Já, ég einmitt það kannski, þorskurinn kannski það síðasta sem við hættum að veiða, ég skal ekki segja. Ég held bara að það væri bara rosa margt búið að gerast í heiminum og breytast ef að þorskveiðar væru allt í einu bara almennt álitnar Bara ekkert lýsi og ekkert, já. Heyrðu, en segðu mér, ert þú að heyra bara frá eitthvað viðskiptavinum, bara maður og mann, að þetta sé eitthvað alvarlegt mál ef við hefjum aftur veiðar á langreyðum, því það ekki það búið að segja A, það ekki búið að segja B. Já, við erum spurð að þessu og ég held að svona hinn almenni neytandi gerir sér ekki grein fyrir að þetta sé ennþá í gangi, en ég vil ekki horfa framan í þá stöðu að við einmitt förum að draga á land langreyðar sem hafa verið sprengdar á loft með einhverjum byssum frá 1963 og sjá hvað gerist vegna þess að ég veit að það sem kemur í kjölfarið verður holskefla af bara mjög neikvæðri umfjöllun Ísland og það nú þegar byrjað svona alls konar náttúruverndarsamtök og andstæðingar gegn hvalveiðum að senda út fréttabréf þar sem verið að segja að þetta gæti farið að gerast bara til svona almennra borgara í Bandaríkjunum og þetta auðvitað Það samkeppnisvara sem að þá kúnninn myndi frekar kaupa. Já, og ég meina við erum ekki í þeirri stöðu að Við erum ekki það einstök. Nei, og það er fullt af Norðmenn að veiða mjög fínan fisk, Rússar í mikilli sókn. Við höfum ekki endalaust tækifæri til þess að vera að spila einhver sérviskuspil sem enginn skilur eða hefur einhverja samúð með, þannig að mér finnst bara vera að taka þarna áhættu sem algjör óþarfa að taka þegar þú getur klárlega fengið miklu meiri verðmæti út úr því að bara fá hærra verð fyrir þessa vöru sem við sannarlega getum gert en tekur langan tíma. Þú ert viss um að þetta skaði ykkur? Ég alveg viss það, já. Sérstaklega, ég held að skaðinn sé ekki byrjaður að gerast en ég held að hann geti gerst mjög fljótt og það geti farið af stað atburðar sem við ráðum ekki við. En veiðarnar ekki byrjaðar? Það ekki byrjaðar. Og kannski verða þær ekki? Vonandi verða þær ekki. Já. Og ég held að sjávarútvegsráðherra átti bara að gefa það mjög skýrt út að þær verði ekki ef þær verða ekki. Já. Og vegna þess að þetta er yfirvofandi og þetta er óvissu ástand og óþægilegt. Það til á þingjum að fela utanríkisráðherra að gera viðhorf almennings í til dæmis Bandaríkjunum og Kanada það hvort að Íslendingar hvað myndi gerast ef við myndum halda áfram hvalveiðum á langreyðum. En takk fyrir að koma hingað, Heiða Kristín Helgadóttir. Já. Annar stofnandi sjávarafurðafyrirtækisins Niceland Seafood sem að gera nýsköpunar vinnu í markaðssetningu á íslenskum fiski og við þurfum að taka þessi skref að sjálfsögðu út í meiri tækni en gangi bara vel.